Við ætlum bara að byrja bara með krafti hérna. Við skulum standa á fætur. Halleluja. Hann byrjaði þetta rétt. Vinir okkar. Amen. Velkomin á samkomu. Við skulum syngja praise. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Woo! I praise on the mountain. Takk Jesus. I praise in the throne. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Hallelujah. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Velkomin á samkomelskurnar, gaman að sjá ykkur. Við ætlum að lesa í orðinu og það stendur og Jesús sagði við alla: hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér. Það þýðir að við eigum að taka upp kross okkar daglega, ekki bara einu sinni í viku þegar við komum á samkomu eða þú veist þegar það hentar, alla daga. Og við eigum að fylgja honum. Við eigum að fylgja honum og fara eftir honum á hverjum einasta degi. Tengja okkur nær honum, halleluja. Og gera betur í lífinu, halleluja. Að fara í orðið, lesa og verða betri, verða meiri, vera með þekkingu og líka að gera það sem orðið segir. Þannig ætlum að lofa Guð í dag, má ég heyra amen. Við ætlum að gefa Guð dýrðina, halleluja. Takk Jesus. My praise is a weapon. It's more than a sound. Hallelujah. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Tack Jesus, halleluja. Vi lovar dig kraften Jesus. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave, I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you, I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave, I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the
let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Woo! Takk Jesus. Við lofum þig Drottinn og við þökkum þig fyrir hver þú ert Drottinn Jesús. Við þökkum þig fyrir að þú ert hér á meðal okkar Drottinn Jesús. Helgist þitt nafn Drottinn Jesús. Við megsum þig Drottinn. Þú ert hósana í hæstum hæðum Drottinn. Helgist þitt nafn Jesús. Við þakka þig fyrir trúfestina Jesús. Við þakka þig fyrir trúfestina Drottinn Jesús. Helgist þitt nafn Jesús. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Sing it, somebody. Hosanna,
Við lofum þig, drottinn Jesús. Allt sem við höfum, drottinn Jesús. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. 'Cause I wasn't made to be tended a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Hallelujah, you called out my name, so I sing out your praise. Hallelujah, you buried my past, and I'm not going back.
was called by name, born and raised back to life again, and I was made for more. So how would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. I wasn't made to be turned in a grave. I was called by name, born and raised back to life again, and I was made for more. Takk Jesus. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Woo! Hallelujah. You call out my name, I sing out your praise. Hallelujah. You bury my past, I'm not going back. Hallelujah. You call out my name, so I sing out your praise. Hallelujah. You bury my past, and I'm not going back. I wasn't made to be turned in a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Tack Jesus. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Takk Jesus, halleluja. Þú trúfastu drottinn, þú trúfastu drottinn. Þvílíkur Guð sem eigum, halleluja. Við kunnum þetta lag, halleluja. Skulum lofa drottinn í dag, gefum honum það sem liggur okkur á hjarta. Hann hér, halleluja. A thousand generations falling down in worship sing the song of ages to the Lamb. Heilagur. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy,
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Takk, Jesus. Your thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy forever. People sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. You will always be. Holy forever. Takk, Jesus. Halleluja. Það var gaman að vita til þess að ég var að stúdera sambandi við kirkjuna, frumkirkjuna og þar kemur í ljós að þeir slitu, frumkirkjuna. Það var ekki stofnun. Það var eitthvað sem spratt, sem var sjálfsprottið. En það var athyglisvert að sjá að þeir slitu aldrei það sem var lofgjörð og það að gefa. Það var alltaf samflæðið þar á milli. Og þetta er eitt af því sem við gerum þegar við komum saman. Og Páll, hann gefur okkur ágætis, hann gefur okkur vísbendingu í 1. Korinthubréfi, 16. kafla. Og þá segir hann, en hvað snertir samskot til hinna heilugu? Þá skuluð einnig þér fara með þau eins og ég hef fyrirskipað söfnunum í Galatíu. Þannig að okkur er gefin vísbending hvernig við að gera þetta, hvað við að gera. Og kæru bræður og systur, hvað við lífið væri oft auðveldar á kirkju, lífið væri auðveldar ef við færum bara eftir það sem ritningi segir. Það er ekki flóknari það. Svo segir hann, hvern fyrsta dag vikunar? Ekki annan kvot, ekki annar slagið. Hvern fyrsta dag vikunar? Og það er hvaða dagur? Sunnudagur. Og þeir komu saman á sunnudegi af hverju? Af því að hann er upprisinn. Þannig það að gefa fjallar, þetta er upprisu atburður. Þegar við komum saman og gefum, þá erum við að gefa yfirlýsingu. Dauði, þú átt ekkert í mínu lífi. Hann er upprisinn. Og þannig sáum við með því hjarta að þetta er upprisu atriði eða aðgerð. Fyrsti dagurinn, þá er að gera þetta. Svo segir hann áfram, þá hver og einn að leggja sjóð heima hjá sér. Og ef við myndum gera eins og Biblían segir ykkur að gera, þá væru samskot ekki svona vandræðaleg. Hint. Leggja sjóð heima á sér, það sem efni leyfa, til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem, segir hann. Þannig að þetta verði ekki vandræðalegt. Þannig að Biblían er að hjálpa okkur að þetta verði ekki vandræðalegt.
Þannig að hann að kenna okkur það að við getum setið heima í stofu. Það enginn að tala pening upp úr veskinu. Það enginn rosa lofgjörð í gangi eða það bara þú og Guð. Af því að hann gaf fyrst, hann elskaði okkur fyrst, þess vegna gefum við. Og hann segir hérna í lokin að þegar hann kemur að þá segir hann að fara með líknagjöf í það til Jerúsalem. Þannig hann að hlýða spátumsorðið frá Agabus sem var búinn að spá því það mun vera erfiði tímar í Jerúsalem. Og þá fóru þeir af stað og þeir söfnuðu fé, alls það sem Páll fór, þá safnaði fé fyrir söfnuðin í Jerúsalem því að þeir voru að horfast í augu við miklar ofsóknir og þar fram eftir götunum. Við höfum spátumsorð. Farið út allan heim og gerir alla þjóður að lærisveinum. Ég sá í morgun, þá var kona mín sendi mig myndband í morgun frá Filippseyjum og þar voru yfir 100 börn í sumar skóla og þetta ávöxturinn af starfinu, við sáðum inn í þetta þegar Nenita kona mín fór og þar voru yfir 200 krakkar og núna eru 100 krakkar sem eru núna reglulega í sunnudagaskóla eða sumar sunnudagaskóla. Og þetta eru þið að sá inn í líka. Ásamt því að halda ljósunum kveiktum hérna. En þetta hugafærið sem við þurfum að hafa og þannig á þetta, ég að hvetja ykkur til þess að lesa í ritningunni hvaða að vera örlátur, hvaða að gefa, svo þetta verði ekki vandræðalegt. Við skulum biðja saman. Faðir, við komum fram fyrir þig. Þú sem hefur gefið allt. Þú gafst son þinn til þess að við mættum vera rík í honum, hann sem svipti sig öllu. Drottinn hjálpa okkur með þetta hugafar, að fagnaðurinn til sé framar okkar eigin fýsnum eða fekind. Að fagnaðurinn til sé framar fortíðin okkar. Að það ekkert úr fortíðin sem stoppar okkur. Eða boða þitt fagnaðarerindi. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir að þú ert að vinna í hjörtum okkar og við biðjum að blessa einn og sérhvern sem leggur af eigin hendi hér í dag eins og þú segir í orðið þínu af frjálsum vilja. Drottinn Guð, við biðjum þess að þessi fórn mætti vera mikilvægt í þínu ríki í Jesú nafni. Amen. Svo ég gleymi því ekki, þá hefum við von á heimsókn núna 10. Brad Meyer kemur í heimsókn til okkar og síðan 14. til 17. Jack Shekinah að koma í heimsókn til okkar. Menn sem eru, já, í júní segi ég, já. Og bara svo þið vitið hvað framundan. En Guð blessi ykkur og við höldum áfram að lofa Guð. Við ætlum að halda fram að lofa Guð og endilega lofið Guð með okkur. Takk, Jesús. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Yes. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty holy,
the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
is the Lamb. You are holy, holy. Syngjum saman. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Syngjum saman. Má ég heyra ykkur syngja? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Takk, Jesus. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Takk, Jesus. Worthy is the Verður Lamb. ertu drottin, Jesus. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Við elskum þig, drottin. Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Helgist þig með drottin, Jesus. Heila drottin, þú ert verðugur, halleluja. Þú ert alltaf verðugur, drottin, Jesus. Syngjum eitt lagi viðbót og lofum hann, gefum honum allt. The Savior alone carried the cross for all of my debts. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all.
mercy and grace. He is faithful to save. Never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No one but Jesus can make us pure as snow. We stand in your freedom. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Tack Jesus, halleluja. Tack Jesus. Príncipe Jesus. Halleluja. Halleluja. Og allir líðurinn sagði. Amen. Þetta var kröftug lofgjörð hér í dag. Það bara þannig. Ekki Guð góður, gott fólk? Halleluja. Amen. Dísi þér Jesus. Halleluja. Eigum við ekki aðeins að rísa á fætur? Callum, there is a gentleman over there. He needs also, if you could give him like translation equipment. Dýr sé þér Jesus. Ekki Guð góður? Ekki fólk spenntinn í dag? Það svo gaman að sjá hérna kirkjuna bara algjörlega á hreyfingu hér í dag. Það eru spennandi tímar í kirkjunni. Amen. Við skulum passa að vera ekki truflun á samkomunni. Þannig að Gunnar, ég ætla að fá Gunnar til að koma hérna fram, drengi minn, til að biðja fyrir áframhaldandi. Þetta sennilega fallegasta lag sem maður hefur heyrt. Calvary covers it all. Fyrir maður í orðið. Fyrir mig í fyrra kórnabæri 8:1 til tökum vers 2 líka með. Þá var að minnast á kjötið sem fórnað hefur verið skurguðum. Við vitum að öll höfum við þekkingu. Þekkingin blæs menn upp en kærleikurinn byggir upp. Sem sagt, málið þetta í Kórintu sem í Makedóníu. Þá var fólk í söfninum eins og þið eru að heyra sem var að glíma við ákveðina tilfinningar gagnvart kjöti. En það voru líka menn sem höfðu þekkingu sem við köllum að vera frjálsir kannski í Kristi og þeir voru svona nánast eiginlega bara alveg sama. Af því að það stendur hérna öll höfðu þekkingu. Þekkingi blæs okkur upp eða kærleikur sem byggir upp. Þannig að sérðu munin. Annað byggir upp, annað gerir hrókafullan. Af því að ef þú gengur ekki í þekkingunni,
Af því að við vitum þetta öll, við erum að koma vel fram og allt þetta, gullnaðarreglan í Biblíunni og allt þetta, en við þurfum að framganga í það sem orðið segir okkur. Ok, ef ég stytti þetta aðeins. Sem sagt, kjötið, Páll að segja, Jesús sagði í Markusi 7:19, ég uppfylli alla fæður hreina, það seinni hlutin af versinu, en það ekkert allir sem vita þetta, sko. Og þess vegna þurfum við að taka tillit til þessara hópar. Og hvað segir hann hérna í versi 2? Ef ykkur þykist ekki eitthvað, þá þekkir hann ekki svo sem þekkja ber. Hann ennþá að vísa í þetta, ef þú ætlar að halda, þú getur bara gert alla hluti, þá það ekki rétt. Þess vegna, eins og Jesús segir sjálfur í Mattheus 25:40, sannlega segi ykkur, það sem þið gerir mínum minnstu bræðurum, það gerir þið mér einnig. Við getum ekki komið bara hvernig sem fram við alla, sko. Þú verður að geta haldið í það sem að Jesús sagði okkur. Hvað sagði hann? Þið elska aðra, eins og ég hef elskað ykkur, þannig skulu þið einnig elska hvert annað. Þannig að við verðum að passa á hvernig við hugum okkur. Af því að ef ég alveg reynskilinn, við getum alveg stundum gleymt okkur. Við bara segjum hlutina eins og þeir eru. Sumir kristnir eru misvakandi fyrir þessum svona litlu hlutum hér og þar. En nú bið ég bara aðeins. Jesús, ég þakka þér að við fáum að fara í þitt orð, fáum að stúdera, fáum að læra, fáum að þekkja þig betur. Sannleik sem við þekkjum mun sitja okkur frjálsa, segir í Jónasi 8:32. Ég þakka þér, Drottinn minn, að þú uppfyllir alla fæður hreina, en ég bið samt, Drottinn minn, þeir sem eru veikir í trúnni, að þeir samt sjáu þetta, þú hefur uppfyllt alla fæður hreina. Það ekki matur sem sörg okkur, það frá hjartanins það sem sörgar okkur, Drottinn minn. Þannig ég bið, Drottinn minn, að við munum einn daginn vera öll frjáls hérna inn í þessu sal, Drottinn minn. Ég bið Jesús að við höldum í þitt boð og að elska náungan, Drottinn minn. Við gleymum ekki hinum minnstu bræðurum í trúnni, Drottinn minn. Og við bara biðjum þess, Drottinn minn, að þú fáir alla dýrðina í kirkjunni, Jesús, og við biðjum þess að allir okkar göngu að gefa þér alla dýrðina í Jesú nafni. Amen. Takk, Jesús. Amen. Það skemmtilegt að búa á mínu heimili, skal ég segja ykkur. Það mikið rökræður í svona trúar rökræður. Og Gunnar alveg farin að kaffara okkur foreldrunum, ég skal alveg segja ykkur það, sem yndislegt. Halleluja, ég bara svo spennt í dag. Síðustu svona 3 dagar þá ég búin að finna bara nánast eins og fiðring í maganum yfir því sem að Guð að gera í kirkjun okkar. Og vitið það, Guð hann ekki bara, hann alltaf á hreyfingu. Hann er á hreyfingu. Halleluja. Og Drottinn biður okkur, þar sem að hann fer, þar fylgjum við. Halleluja. Þannig að það það sem við ætlum að gera í Smárakirkju. Við ætlum að fylgja Drottni hvert sem að hann fer. Hann ræður, hann ríkir. Og mér langar bara örstutt áður en ég byrja, að við bara beygjum höfuð okkar hér í dag. Drottinn, ég bið að tala til okkar í dag. Drottinn, ég bið að þinn andi sannfærir okkur synd, réttlæti og dóm. Drottinn, ég bið Jesús bara að við mættum, Drottinn Jesús, vera þessar manneskjur sem að gerum okkur grein fyrir hvaðan við erum frelsuð. Frá hvaða stað við erum frelsuð frá, Drottinn minn. Að við berum, Drottinn, þakklæti í brjósti fyrir allt það sem að þú hefur gert fyrir okkur. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það, þú dóst fyrir, Drottinn, syndir okkar og líka fyrir sjúkdóma, Drottinn, að þú gefur okkur líf í gnægð. Og Drottinn, ég bið Jesús að við sem ekki bara heyrendur orðsins, heldur líka gjörendur að við svíkjum ekki sjálf okkur. Og við biðjum í Jesú nafn og allir liðurinn sagði. Halleluja. Ég var að lesa hérna reikningum sem við langar til þess að deila hérna með ykkur í dag. Og hún í Lúkas 17. Og yfirskriftin þessi, það kraftur í hlýðni. Það kraftur í því að hlýða orði Guðs. Og hérna stendur svo 17:11, svo bar við á ferði Jesú til Jerúsalem, á leið hans lá á mörkum Samaríu og Galileu. Og hann hann kominn í þorp nokkurt, mættu honum 10 líkþráir menn. Þeir stóðu álengdar, hófu brjóst sína og kölluðu Jesús, meistari, miskunna þú oss. Jesús sá þá og sagði við þá, farið og sýnið þið prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra,
og ég ætla að lesa þetta aftur, en einn þeirra sneri aftur hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri raustu. Hann fjall fram fyrir fótum Jesú og þakkaði honum, en hann var samverji. Jesú sagði, urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Urðu engir til þess að snúa aftur til að gefa Guði dýrðina nema þessi eini útlendingur. Síðan mælti Jesú við hann, statt upp og far leiðar þinnar. Trú þín hefur bjargað þér. Það fer ekkert á milli mála í þessum versum að þakklæti er öðruvísi verknaður. Þeir sem eru þakklátir haga sér öðruvísi. Þeir sem eru þakklátir lofa öðruvísi. Þeir sem eru þakklátir lifa öðruvísi lífi því að þeir vita hvaðan þeir koma. Og vinir, fólk oft svo fljótt að gleyma. Við gleymum stundum hvaðan drottinn Jesús Kristur hefur frelsað okkur frá. En drottinn hefur tekið okkur upp úr glötun og gröfinni og hann hefur sett fætur okkur að klettinn sem aldrei bifast. Þetta klettur aldanna. Þetta kletturinn sem að fylgdi Ísraelsmönnum í gegnum eyðimörkina. Kletturinn heitir Kristur. Og kletturinn eitthvað sem við þurfum að byggja líf okkar á. Vinir, margir átta sig ekki einu sinni á hvaðan drottinn Jesús Kristur hefur tekið á oss og tekið á frá. En vinir, hér í Smárikirkju verður fólk sem að lofar hann út af því að það veit hvaðan það komið og það veit líka hvaðan það að fara. Má ég heyra amen? Halleluja. Drottinn Jesús, halleluja. Og það athyglisvert þegar maður les kraftaverkin sem að Jesú gerir í orði sínu. Það athyglisvert að sjá það að kraftaverkin eru yfirleitt gerð þegar Jesús á leiðinni eitthvert. Jesú gerir kraftaverk með mjög sjálfsögðum hætti. Þarna til dæmis var hann á leiðinni til Jerúsalem. Hann var að uppfylla spádóm Messías. Það sem að hann átti eftir að ríða inn á ösnu fóla og þeir myndu setja alls konar við fætur honum og hyllan og þeir sögðu Hósanna syni Davís. Og þeir lofiðu Guð, þeir lyftu upp nafninu og þau gerðu það sem þeir vissu þau átt að gera. Vinir, en viku seinna þá hafði sami líður gleymt hver hafði riðið inn í borgina. Og vinir, ég vil ekki vera þessi manneskja sem ég eitt í dag og annað á morgun. Ég vil að þakklæti til drottins sé lífskrafturinn í mínu lífi. Að ég sé ekki eitt í dag og annað á morgun. Heldur ég sé alveg eins og drottinn hinn sami í gær og í dag og á morgun. Og vinir, ég trúi því að Guð vilji reisa í fólk sem eru stólpar á ríki hans, sem að gefa Guði dýrðina alveg sama í hvernig árferðri Því að við vitum allt mun samverka til góðs. Halleluja. Og vinir, þetta líka segir mér ýmislegt. Drottinn gerði hlutina náttúrulega oft á tíðum. Þegar við göngum í gegnum lífið, þá erum við alltaf á leiðinni á okkur áfangastað. Og vinir, það ekkert athugavert við það að hafa væntingar eða markmið eða drauma. En vinir, Guð vill nota okkur í dag. Og vinir, þegar við erum á leiðinni í gegnum lífsins göngu, þá gleymum við þessum litlu sigurum sem að Guð vill gefa okkur inn í líf okkar. Spurningin í dag, hvernig vill Guð nota líf þitt í dag? Og vinir, Guð vill nota líf okkar á hverjum einasta degi, ekki bara á tyllidögum, heldur á hverjum einasta degi. Og vinir, Guð vill reisa upp kirkju sem tilbúin að vera meðvitaður það að gera eins og Jesú gerði. Á leiðinni einhvert að stoppa þegar einhver í þörf. Og okkar Guð þannig að hann stoppar þegar fólk í þörf. Halleluja. Hann ekki bara á leiðin einhvert, hann stoppar, hann heyrir hróp hjart okkar. Og vinir, þess vegna svo mikilvægt að biðja til drottins. Margir segja við mig, skiptir það ykkur máli að biðja? Af hverju skiptir það svona miklu máli að biðja? Því að Guð bregst við bæn.
Það þannig. Og við sáum þetta með Ísraelsmenn þegar þau voru búin að vera 400 ár hneftir í þrældóm í Egyptalandi. Hvað segir ritningin? Guð heyrði kveinstafi. Og vinir, þegar við erum að gangi gegnum lífið, þá svo mikilvægt að ákalla nafn drottins. Því að það nafn drottins sem að frelsar okkur. Það nafn drottins sem að leysir okkur. Það nafn drottins sem að hjálpar okkur úr glötun og gröfin og gefur okkur fasta og góða göngu. Og vinir, Guð vill leysa þig. Guð vill frelsa þig. Guð vill gera þig styrkan í göngu. Hann vill ekki að þú sért alltaf að haltra til beggja hliða. Hann vill gefa þér, hann vill hjálpa þér að rata beinabrautir. Halleluja. Við eigum Guð sem að hjálpar okkur að rata beinarbrautir. Og vinir, hann bara einni bæn í burtu. Halleluja. Dýrsi fyrir Jesús, hann nefnilega magnaður. Og vinir, pössum okkur í gegnum lífið, út að ég hef gert þetta sjálf. Að ég set yfirleitt markið hátt, sem ekkert, það ekkert athugavert við það og ég ítreka það. Við eigum að hafa markmið. Við eigum að hafa drauma. Guð hefur sett draumana inn í hjart okkar. En hann vill líka nota okkur á hverjum einasta degi. Hann vill nota okkur inn í líf annara. Hann vill hjálpa okkur að létta undir byrðar annara. Hann þráir að gera kraftaverki í gegnum líf okkur á göngunum með honum. Og vinir, stundum erum við svo upptekin af okkar eigin, þið vitið, ferðalagi í gegnum lífið. Við erum kannski aðkallandi að erfiðum aðstæðum. Að við lítum stundum hvorki til hægri né vinstri. Og við tökum ekki eftir því sem að Guð að gera hér og nú. Og ég ætla bara að segja við ykkur krakkar, Guð á hreyfingu. Guð að gera eitthvað stórkostlegt hér og nú. Og það kraftur í húsi Guðs. Það smurning í húsi Guðs. Og þegar það smurning í húsi Guðs, þá munum við það. Þegar Guð kemur með smurningu, þá brotnar eitthvað ok í okkar lífi í smurningu. Þannig að leyfum honum að nota smurningu sinna og takið við smurningu Guðs inn í okkar líf. Þannig að við getum brotið ok sem óvinnur reynir stundum að setja á okkur. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. En það voru 10 holdsveikir. Frásögnin segir frá 10 mönnum sem voru holdsveikir. Holdsveiki var hrikalegu sjúkdómur. Sjúkdómur sem byrjaði hið innra og tærði í rauninu upp líkama þeirra sem urðu fyrir. Holdsveiki var svakalegu sjúkdómur. Það endaði með því að fólk misti jafnvel útlimi. Það misti jafnvel bara putta eða það misti auga eða þetta var hrikalegu sjúkdómur. Og út af því að holdsveiki var svona ofboðslega smitandi, þá voru þeir sem voru holdsveikir settir fyrir utan þorpið. Og holdsveiki í Biblíunni mynd upp á syndina. Syndin nefnilega nákvæmlega eins. Þegar syndin kemur inn í líf okkar, þá eyðir hún okkur upp. Hún byrjar sem eitthvað gaman, hún byrjar sem eitthvað spennandi, en það enda með því að hún eyðir upp öll okkar lífi. Og allt í einu fara hlutirnir sem átt að vera eðlilegir og yndislegir, fara að vera úrkynjaðir. Og syndin elur af sér dauða. Þannig að vinir, við megum ekki leika okkur með synd. Og ef það synd í líf okkar, þá þurfum við að biðja Guð að hreinsa okkur og helga okkur. Og við þurfum að hlýða orði Guðs. Því að synd á ekki að vera partur af líf okkar. Við erum að lifa sigrandi lífi. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinir, það oft þannig að það má ekki orði tala synd lengur í kirkjum. En ég ekki þar. Því að öll höfum við syndgað og skorti Guðs dýrð. En það þarf ekki nema eitt hróp til drottins. Og hann kominn. Hann kominn þar sem aðrir vilja ekki koma. Og hann tilbúinn að draga okkur upp úr glötun og gröfinni. Hann hefur gert það margoft við mig. Halleluja. Hann yndislegur og hann frábær.
En í þessari sögu erum við að tala 10 holdsveika menn. Hrikalegu sjúkdómur. Og vinir, þegar aðrir hlaupa í burtu frá holdsveikinni, þá gengur Guð nær fólki með holdsveiki. Það segir okkur það að þegar við erum á erfiðasta stað, þar sem við erum jafnvel búið að úthýsa okkur úr, þið vitið, samfélaginu, þá er Guð tilbúin til að teygja hendur sínar til okkar. Og hann er tilbúin að reisa okkur við. Og hann er tilbúin að gefa okkur lækningu. Hann er tilbúin að leysa okkur. Hann er tilbúin að gefa okkur aftur nýja göngu sem er spennandi ganga. Halleluja. Ég veit ekki með ykkur, en það er ekki til neitt meira spennandi heldur en ganga með Guði. Það er ekki til meiri hamingja heldur en hamingja með Guði. Það er ekki til meiri tilgangur en tilgangur með Guði. Halleluja. Og látið ekki óvininn halda öðru fram, því að hann er að ljúga. Hann er faðir lyginnar. Og vinir, ég hef því miður séð fólk sem hefur verið svo, þið vitið, undir svo miklu ánauð. Synda ánauð. Ég hef séð fólk sem hefur jafnvel gengið frá sér í neyslu og annað slíkt. Eitthvað sem að byrja sakleysislega. En óvinurinn vill ekki bara að þú njótir þess í stuttastund, hann vill eyðileggja líf þitt. Þess vegna eigum við að standa gegn djöflunum og þá mun hann flýja. Og þegar það koma svona freistingar, því að þær munu koma, þá þurfum við að segja vík burt Satan. Halleluja. Og vinir, ekki bara með neyslu. Ég hef séð þetta líka, nú til dæmis, og ég ætla bara að tala eitt hérna í dag sem mér finnst mikilvægt að ræða. Því að þetta er vandamál. Klámnotkun. Klámnotkun er, þetta eyðileggur fólk. Ég bara segi ykkur það. Það býr til eitthvað sem er yndislegt og Guð hefur skapað og eyðileggur það. Og allar rannsóknir, þannig að þið haldi ekki bara ég sé að tala frá sjálfum mér, allar rannsóknir sína fram að það, þetta eyðileggur kynlíf, karls og konu sem að Guð hefur gefið. Þetta á ekki að heyrast. Við eigum að hreinsa okkur af þessu. Við eigum ekki að gefa óvininu vald með nokkrum hætti. Við eigum að hreinsa okkur. Við eigum að lifa heilugu lífi. Og vinir, þessi holdsveiku menn er einmitt mynd upp á það þegar þeir eru búin að koma sér í þannig stöðu að þeir eru fyrir utan samfélagið og horfa inn. Vinir, Guð heyrir þegar við hrópum til hans. Hann heyrir þegar við hrópum til hans. Og þarna, þessir menn, það vildi enginn koma nálægt þessum mönnum því að þeir voru hræddir að smitast af holdsveiki. En Jesú var ekki hræddur. Meiri segja þar sem að við vorum í syndum okkar, þá kom hann til okkar og hann elskaði okkur að fyrra bragði. Jesú raunverulega elskar okkur. Og þegar hann er að gefa reglur í bókinni sinni, þá er ekki til þess að við eigum leiðinlegra líf. Alls ekki. Krakkar, alls ekki. Alls ekki. Ég meina, við vitum það, ég er einn skemmtilegasta manneski sem að þið þekkið. Má ég heyra amen? Takk, Jesús. Hann vil gefa þér nefnilega frábært líf. Og vinur, hann setur ramma líf okkar til þess að þér vegni vel. Til þess að þú blómstrir. Til þess að þú getur gengið beina brautir. Þannig að þú getur uppfyllt á köllun sem að Guð hefur sett á hjarta þitt. Þannig að þegar hann gefur þér ramma, ekki hatast út í ramman. Lærðu að elska ramman. Rammin er góður. Og vinir, ég ætla bara að segja ykkur fréttir. Guð hefur kallað fólk hérna í Smárakirkju til þess að vera fyrirmyndir annara. Og ég veit að þið sjáu það ekki núna, en Guð er að gefa alveg opbóðslega mikið heilbrigði í kirkjuna, þar sem að við rötum beinar brautir. Og það er ekki hægt að kjafta okkur út úr Guðsríkinu og það er ekki hægt að kjafta okkur inn í einhverja vitleysu. Við rötum beinar brautir. Halleluja. Og það er nákvæmlega það sem við ætlum að gera hér í Smárakirkju. Við ætlum að rata beinar brautir. Halleluja. Halleluja. Þetta er gott. Halleluja. Rómverjabréfið 10. kapli.
Því að hver sem ákallar nafn Drottins, hann verður hólpinn. Og vinir, ég ítreka það var engin önnur von fyrir Holsveika heldur en Jesú. Þeir vissu það. Þeir vissu að það var engin von nema að hitta Jesú. Og það sama gildur mig og þig. Það engin von í þessum heimi án Drottins Jesú. Hann von okkar allra. Og hann þráir að setja fætur okkar á klettin. Þannig að kletturinn mun ekki bifast. Kletturinn sterkur. Og jafnvel þótt að kemur brotsjór, þá hefur það engin áhrif. Og vinir, Holsveika fólki vissi það. Og þau kölluðu hann meistari. Og í þessu orði meistari þá þýðir það sá sem valdið hefur. Sá sem að getur gert eitthvað í kringumstæðunum. Og vinir, þegar við nálgumst Drottinn, að þá nálgumst við hann sem meistara, sá sem að getur gert eitthvað í kringumstæðunum okkar. Og vinir, sum hérna inni þurfa á lækningu að halda. Og vinir, ef þú hrópar á Drottinn, þá mun hann ekki bregðast þér. Og við þurfum að gera það á hverjum einasta degi að hrópa til Drottins. Halleluja. Og leyfa Guði að koma inn í allar okkar aðstæður. Má ég heyra amen. Og þegar þau sáu hann hrópuðu þeir sögðu Jesús, sonur Davís, miskunna þú okkur. Og þetta athyglisvert, þetta með miskunna. Þegar þú kallar miskunna þú okkur, þá ertu í raun að biðja Guð að breyta niðurstöðunni. Það að segja að þú fáir eitthvað sem þú í rauninni átt ekki skilið. Og vinir, þeir vissu að þeir voru holsveikir, þeir vissu að það var bráður bani sem beið þeirra. Þeir vissu. Og stundum þurfa að nálgast Guð nákvæmlega svona, í algjöru trúar vissu. Ákallandi nafn Drottins út af því að við erum stundum að halla okkur upp að alls konar hlutum. Og ég hef gert það sjálf, vinir. Ég ekkert að þykjast vera eitthvað mikið betur en þið, alls ekki. Við gerum það öll. Við notum alls konar hjá Guði í líf okkar, oft á tíðum. Við höllum okkur upp á fólki, eða við höllum okkur upp á hlutum. Við höllum okkur upp á peningum eða einhvers konar lífstíl eða hvað sem það kann að vera. En það sem að Drottinn vill gera, hann vill kenna okkur að halla okkur upp að honum. Hann vill kenna okkur að reiða okkur bara á hann. Að láta allt annað vera númer 2 í okkar lífi og fókusera á Drottinn. Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt annað. Vinir, hann að bíða eftir fólki sem að lofar hann í anda og sannleika. Halleluja, Drottinn Jesús, gefðu það, Drottinn minn, halleluja. En þeir áttuðu sig að valdi Drottins. Og það sem að minnst líka áhugavert í þessari, hvernig þeir ávarpa Drottinn. Þeir áttuðu sig á valdi Drottins, en þeir áttuðu sig líka á stöðu sinni. Og stundum gleymir kirkjan hvaðan hún komin. Stundum áttum við okkur á honum. Við vitum að Guð Guð, en við áttum okkur ekki stundum á stöðu okkar. Og vinir, þeir sem að eiga þetta brennandi þakklæti til frelsarans eru þeir sem að muna frá hvaðan þeir eru keyptir. Og vinir, Drottinn búinn að greiða dýru verði fyrir allar sálir hérna inni. Og vinir, hann á skilið lof og dýrð. Hann á skilið endalaust lofgjörð og dýrð. Halleluja. Og vinir, þegar við nálgumst það þannig, þegar við nálgumst hann og við áttum okkur á að Drottinn Guð og við ekki, að þá fer ýmislegt að breytast í okkar lífi. Og vinir, við þurfum að átta okkur á, við erum búin að búa til þannig í rauninni kristindóm að þú getur bara talað út og fengið. Það ekki samkvæmt ritningunni. En þegar við tölum út orð hans, þegar við tölum út kraft hans, þegar við tölum út vilja hans, að þá mun hann hreyfa við himn og jörð og hann mun koma til móts við þig. Hann mun mæta þig þar sem að þú ert.
En lykilatriði þetta, ég veit hver ég er. Ég veit hver hann er. Halleluja. Halleluja. Þetta er gott. Takk Jesús. Þess vegna er erfitt. Það er erfitt fyrir dramsama að taka móti Jesú. En allir menn hafa sigrað á skorti Guðs dýrð. Hvað sagði ég? Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Takk fyrir. Halleluja. Og miskunna þú ást drottinn. Í Hebrabréfinu í 2. kafla í 4. versi þá stendur svo en Guð er auðugur af miskunn. Svo mikil var elska hans til okkar að þótt við varum dauð vegna misgjörða okkar. Endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þau hólpin orðin og reistu okkur upp með Kristi Jesús og bjó okkur stað hjá honum í himinhæðum. Halleluja. Það skiptir engu máli hvar þú ert staddur. Það skiptir engu máli hvað þú hefur gert af þér. Það skiptir engu máli þótt að enginn vilji tala við þig. Þegar þú hrópar nafn drottins, þá mun hann frelsa þig. Hann elskar þig. Hann elskar þig. Og það sem að mér finnst stórkostlegt í þessum fáu ritningum sem við vorum að lesa, er að hann læknaði þá þegar þeir hlýddu orði hans. Hann sagði við þá farið og sýnið ykkur prestunum og við vitum það á þeim tíma þá voru það prestarnir sem skáru úr það hverjir voru holdsveikir og hverjir ekki. Þannig að þeir þurftu að fara til prestana til þess að fá staðfestingu á því að þeir mættu vera á meðal annara. Þannig að þeir þurftu að fara til prestana en hefðu þeir ekki hlýtt drottni Jesú Kristi þá hefðu þeir ekki fengið lækningu. Og vinir, það sem ég upplifi í dag er að Guð þráir hlýðni framar en fórn. Hann vill sjá fólk sem bara tilbúið að lúta höfði sínu og gera vilja hans. Ekki hafa skoðanir á öllum hlutum og ég er ekki að segja að það sé eitthvað rangt að hafa skoðanir. En í sumu þá þráir hann bara hlýðni. Og vinir, Guð er að reisa fólk sem að mun hlýða orði Guðs og gera vilja Guðs alveg sama hvað. Halleluja. Því hann þráir hlýðni. Og þegar við göngum inn í næstu viku, biðjum Guð að gefa okkur opinberun á það hvernig við getum með betri hætti hlýtt orði Guðs. Því að það er velvild, það er blessun, það er kraftur, það er opna dyr þegar við gerum vilja Guðs. Og vinir, oft á tíðum er það þannig að Guð læknar okkur ekki bara skyndilega. Hann læknar okkur þegar við tökum upp poka okkar og við færum okkur frá einum kringumstæðum yfir í aðrar. Hann læknar okkur nefnilega á leiðinni. Og ég veit ekki með ykkur en ég hef svo oft fundið Guð lækna mig því ég hef verið bara trúföst í ríki hans. Því ég hef komið á samkomur þegar mér hefur ekki liðið þannig. Þegar ég hef lesið í Biblíunni þegar mér hefur ekki liðið þannig. Þegar ég set hann í forgang, jafnvel þótt að mér líði ekki þannig. Því að það er þegar við erum trúföst, þegar við leifum honum að ráða og ríkja, þegar við erum hlýðin, sem eitthvað stórkostlegt gerist í okkar lífi. Og ég trúi því að Guð vilji setja þessa kirkju hérna algjörlega á hvolf. Halleluja. Ég bara trúi því að Guð ætlar að setja kirkjun okkar algjörlega á hvolf. En það mun gerast fyrir hlýðni. Það mun gerast þannig að hann veit betur en ég og ég ætla að fylgja honum. Halleluja, við eigum svolítið erfitt með þetta við Íslendingar. Út af við vitum allt best, ekki satt. Ekki núna. Ekki núna. Hann veit best. Og vitið þið hvað hann er að gera? Hann er að hreinsa kirkju sína. Það sem er að gerast í víða veröld, það er alls konar hlutir að koma upp á yfirborðið. Og þess vegna skiptir miklu máli því að við erum stundum eina biblían sem að fólk les. Hvað sér það í líf okkar? Sér það Jesú? Sér það þessa ávexti andans? Halleluja. Sér það Jesú? Og ég trúi því, vinir, að þegar við göngum fram og gerum vilja Guðs, þá munum við sjá kraftaverk eiga sér stað í líf okkar. Rísum á fætur. Halleluja. Halleluja.
Halleluja, drottin. Drottin, ég beði Jésús